Góðan daginn, Snorri heiti ég og nú ætlum við að renna yfir leiðréttingu á virðisaukaskattsskýrslum. Nú náttúrulega nálgast á árstími þar sem það þarf að fara að klára virðisaukaskattsskil fyrir síðasta ár. Nú, ég ætla nú að byrja að kíkja hérna á ferilinn, hvernig við gerum virðisaukaskattsskýrslur. Vegna þess að það náttúrulega mjög mikilvægt að menn geri skýrslurnar rétt í upphafi og þá sleppa menn við það að þurfa að gera þessar leiðréttingar. Og ef þið horfið á þessa hringrás þarna, þá vinnur þetta þarna í hring frá vinstri til hægri og venjulega stofnum við sem sagt skýrslu á venjulegan hátt með því að velja bara nýtt í Navision. Nú, við reiknum og endurreiknum vaskinn og við förum nánar yfir þá eftir. Við keyrum villuprófun á skýrslurnar og þá komið að því að reikna og bóka vaskinn í bókhaldinu og að lokum að skila þá skýrslunni rafrænt til ríkisskattstjóra. Þetta nú þessi eiginlega ferill sem svona leiðir hvert af öðru og við getum séð hérna nánar hvernig virkar. Nú, þegar við stofnum skýrslu, þá mjög mikilvægt að við reynum að hafa eitthvað system á hvernig við númerum og látum skýrslurnar heita. Mér hefur reynst vel að nota þarna FSK og ártal og síðan skýrsla 1, 2, 3, 4. Þannig að þessi aðferðafræði skila sér og menn verða þá líka mun eftir að nota þetta þegar við bókum skýrslurnar inn í fjárhagsbókhaldi þannig að þú hafi Reykjavík þarna á milli. Þegar við stofnum skýrslu í Navision rafrænt, þá þurfum við að velja þarna efst númer. Þarna í þessu tilfelli valið FSK 16003 og við þurfum að setja inn vasknúmerið. Þessi dökkureitir þarna sem eru dagsetningarnar og staðan og tímabilið í raun og veru skilað frá ríkisskattstjóra. Hann veit hvaða tímabil var skilað seinast fyrir þetta vasknúmer og hann sendir það inn tilbaka. Nú, þannig að þá þurfum við ekkert að áhyggjur af því. Eina sem við þurfum að gera að stofna, setja inn númer á skýrslunni og hvaða vasknúmer við ætlum að gera skil á. Þá komum við að því að reikna skýrsluna og þá eru nú nokkrir punktar sem eru mjög mikilvægir og margir gera ekki rétt. Dagsetningar skipta í raun og veru öllu máli og við sjáum það að þegar að ríkisskattstjóri sendir inn að þetta sé skýrsla sem eins og í tilfellinu þarna sé tímabilið sé frá 1.11. til 31.12. Það eitthvað sem við getum ekkert breytt en við getum valið þessa tegund þarna niðri og sagt eldri opnamöðlum eða bara á tímabilinu. Þannig að það að velja hvort við ætlum að vinna með vaskfærslur sem að tilheyra eingöngu tímabilinu eða kannski einhverjar seinfærslur sem að hafa dottið inn og við viljum taka það bara með í þessu uppgjöri. Þá myndum við velja eldri opnamöðlum. Annars myndum við velja eingöngu á tímabilinu. Þannig að þetta atriði mikilvægt. Eins líka mikilvægt því sjáið að það gluggi hérna fyrir framann og ég að setja inn númer fylgiskjals og númer fylgiskjals set ég þarna, þið sjáið þarna appelsínugula merkinguna, set ég sem sagt það sama og uppgjörsnúmer á vaskuppgjörinu. Þannig að ég fái þetta númer inn í fylgiskjal í fjárhagsbókhaldi og þá komin rekjanleiki á milli vaskuppgjörsins og fjárhagsfærslana. Annað sem þið sjáið þarna það að ég hafði valið að uppgjörið væri með eldri opnum af því að það oft seinfærsla að menn ná ekki að klára bókhald eða ekki búin að fá alla reikninga þegar að menn gera vaskskýrslur. Þá verðum við að passa okkur á því líka að þegar við reiknum og bókum vaskuppgjörið
að velja að uppáhaldsstaðsetningin sé þá frá 1.1. en ekki frá 1.11. eins og í þessu tilfelli. Þannig náum við að fá sömu óbókuðu vaskfærslur í útreikningin eins og er við í uppgjörinu. Við verðum að gæta samræmis þarna á milli vegna þess að þessi útreikningu sem þarna reiknar og bókar uppgjörið, við sjáum þarna aðeins neðar að ég hef búin að rauðmerkja dálk sem heitir bóka. Ef það er haki í þessum dálk, þá mun uppgjörið bókast. Þess vegna hef ég það alltaf fyrir reglu að hafa ekki hak til að byrja með og forskoða þessa skýrslu og sjá hvort að hún skil ekki sömu tölu og er í uppgjörinu. Og síðan keyri ég hana bara aftur og hef hak í að bóka og þá fer það inn í fjárhagsbókhaldið. Þetta getur sparað ykkur stór vandamál seinna meir. Að reyna að hafa samræmi á milli skýrsla eða upphæðir á skýrslu sem búið er að skila og skýrslu sem er reiknuð. Nú, þið sjáið þarna niðri að vaskvörubókunarflokkur þarna í vaskgrunninum, bókunargrunninum. Þetta er eitthvað sem að kerfið heldur utan vegna þess að þetta vasknúmer þá tilheyra þessir vaskflokkar því númeri og þetta er stillingaratriði annars staðar í kerfinu en við erum eingöngu að reikna út alltaf niður á vasknúmer. Nú, þetta er svona hinn almenni ferill að skila virðisaukaskattsskýrslu. En þá komum við að því að stundum þarf að leiðrétta skýrslurnar og þá er val þarna uppi sem heitir að leiðrétta skýrslu. Og þá förum við í viðkomandi skýrslu sem þarf að leiðrétta og í raun og veru ýtum á hnappinn leiðrétta skýrslu. Við það opnast ný skýrsla og þið sjáu það eini munurinn, þið sjáu gulmerkinguna hérna hjá mér. Úps, ég ætla að fara nátt tilbaka. Að gula merkingin að hún bætir við bandstrik og 1 og síðan verður alltaf bandstrik og 2 og 3 og 4 ef þið ætla að margleiðrétta en yfirleitt er þetta nú bara einleiðrétting á skýrslu og þá er hún í raun og veru að útbúa nýja skýrslu, leiðréttingarskýrslu á eitthvað ákveðið tímabil. Þannig að maður vinnur þetta út frá skýrslu sem búið er að senda og í raun og veru ekki hægt að gera leiðréttingu nema að skýrslan sé send. Að öðru leyti stofnar hún alveg nákvæmlega sömu upplýsingar, það er sama vasknúmer, það er sama tímabil og í raun og veru næsta skref er að gera ferilinn aftur, að reikna og við sjáum hérna svona hvernig ferillinn er þá. Við myndum íta hérna á leiðrétta skýrslu, við myndum fara aftur í að reikna og endurreikna fyrir vasttímabilið, við myndum villuprófa, reikna og bóka á sama hátt og aðar og endursenda skýrsluna. Það er mikilvægt að menn endursenda hana þannig að það fari ekkert á milli mála. Og í raun og veru sjáum við það hér, ef ég fer inn í einhverja vaskskýrslu hérna í svona pröfukerfinu hérna hjá okkur, skiptir ekki öllu máli hvað þið tökum bara þessa, að í aðgerðarhnappnum hérna, hér er vaskskýrsla og í aðgerðarhnappnum ef ég fer inn í aðgerðir hérna uppi, þá er ferillinn í raun og veru hérna uppi. Þú byrjar á að endurreikna, eða reikna og endurreikna, þú villuprófar, þú reiknar og bókar. Og í upprunalega skilaðu skýrslunni, en ef þú verður að leiðrétta skýrsluna, þá verður að endursenda hana hér. Og þetta er í sjálfu sér kannski hinn eiginlegi ferill á leiðréttingum. Til dæmis ef ég ætlaði að gera leiðréttingu á þessari skýrslu, þá myndi ég fara hér í að fara inn í hana og segja svo leiðrétta skýrslu, fara svo í ferillinn reikna, villuprófa, reikna og bóka, endursenda. Þetta hljómar nú einfalt en stundum verður nú til vandamálsamt en þetta er í stórum dráttum leiðin til þess að laga en til þess að laga þetta þá þurfum við að fara inn í hvert uppgjör fyrir sig og vinna hvert uppgjör fyrir sig. Nú ef það er eitthvað spurningar sem vakna þegar þið farið að gera þetta núna í febrúar þá sendið endilega á sveitadvice.is og við munum svara hæl. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna, en það er þetta ekki mikið efni. Bara þakka fyrir í dag.